Fulltrúar, bæjarstjóri og ungmennaráð sem hér eru í sal, eru gestir hér í sal á fundarsal bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 285. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér í dag er fyrst hefðbundin fundur bæjarstjórnar með dagskrá sem ég mun kynna eftir og síðan á eftir honum. Þegar honum hefur lokið þá munum við bara eins og hefðbundin hátt ljúka bæjarstjórnarfund en taka hér umræðufund við ungmennaráð Fjarðabyggðar sem komið til funda með okkur. Sá fundur verður ekki sendur út núna eins og þetta er gert, heldur verður með hefðbundnu umræðu sniði hér á eftir milli bæjarstjórnar og ungmennaráðs. En þá göngum við til dagskrá bæjarstjórnarfundar og hún er svohljóðandi í dag. Hér á dagskrá í dag er fundargerð bæjarráðs nr. 649, fræðslunefndar nr. 79 og eignaskipulag- og umhverfisnefndar nr. 251. Og þá opnum við mælendaskrá og byrjum hér á fundargerð bæjarráðs nr. 649. Orðið er laust hana. Eydís Ásbjörnsdóttir hefur beðið orðið gerð svoleiðis. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði í fundargerð bæjarráðs nr. 649 og það er liður 1, endurskoðun aðalskipulags Fjarðabyggðar. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd sendin erindi endurskoðun aðalskipulags til allra fastanefnda þar sem unnið er að skipulags- og matslýsingum. Sviðsstjóri kom inn á fundin og fór yfir þessa vinnu og hvetji alla til að lesa vel yfir aðalskipulagið og koma með ábendingar og athugasemdir ef einhverjar eru. Það er liður 3, endurnýjun samninga við björgunarsveitir í Fjarðabyggð. Bæjarráð samþykkti endurnýjun á samningi við björgunarsveitirnar og fól bæjarstjóra undirritun hans. Það er liður 4, fundur með umhverfis- og samgöngunefnd. Jón Björn Hákonarson, forseti bæjarstjórnar, fór sem fulltrúi Fjarðabyggðar á fund umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis á þriðjudaginn síðastliðinn. Þessi fundur var sameiginlegur með framkvæmdarráð SSA, Fjarðabyggð, Fljótsdalshéraði og Seyðisfjarðarkaupstað, þar sem þau sveitarfélög sendum sérstakar umsagnir samgönguáætlun. Einnig sat Einar Már Sigurðarson, bæjarfulltrúi og formaður SSA þennan fund og ég trúi því annarkvort eða báðir koma hérna upp á eftir að gera grein fyrir þessum fundi. Liður 5, það er ofanflóðamál, áskorun til stjórnvalda. Lagt var fram til kynningar erindi frá Seyðisfjarðarkaupstað vegna ofanflóða og framkvæmdir við ofanflóðavarnir og bæjarráð ítrekkaði einnig fyrir álektuna sínar mikilvægi ofanflóðavarna og að hraða byrja þeim sem kostur er. Og það er mjög mikilvægt að allir standi saman að þrýsta þetta mikilvæga mál og framkvæmdum við ofanflóðavarnir verði flýtt og kláraðar á öllu landinu. Liður 6 og 7, bara aðeins að fara yfir þá, en í framhaldi af viljayfirlýsingu við flugfélag Norðfjarðar frá því haust síðastliðinn er bæjarstjóra falið að vinna áfram á málefni Norðfjarðarflugvallar og leggja málið svo fyrir að nýju. Liður 8, húsnæðisstefna Fjarðabyggðar 2020-2023. Það var lagt frá bréf frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gerð húsnæðisáætlunar Fjarðabyggðar eða endurskoðun á núverandi áætlun árinu 2020. Húsnæðisstefna Fjarðabyggðar var endurskoðuð síðast í maí 2019 og einnig er Austurbrú að vinna að innviðagreiningu fyrir sveitarfélagið sem mögulega getur nýst í þá vinnu. En málið er sent til frekara skoðunar og úrvinnslu hjá fjármálastjóra og atvinnu- og þróunarstjóra. Liður 9 er samruni rafveitu Reyðarfjarðar og orkusöluna. Lagt fram bréf samkeppniseftirlits vegna sölu Fjarðabyggðar á sölustarfsemi rafveitu Reyðarfjarðar til orkusölunar í samræmi við 1. málsgrein 17. grein samkeppnislaga nr. 44/2005. Samkeppniseftirlitið óskar eftir upplýsingum og sjónarmiða Fjarðabyggðar vegna söluna og bæjarráð fól bæjarstjóra og fjármálastjóra að svara erindi eftirlitsins. Liður 9, reglur úthlutun byggðakvóta út frá jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Í framhaldi af umræðu á síðasta bæjarstjórnarfundi þar sem rætt var jafnræðisreglu við úthlutun byggðakvóta var þetta mál tekið fyrir og bæjarstjóri var falið ásamt atvinnu- og þróunarstjóra að fara nánar yfir máli og leggja fyrir bæjarráð á nýju. Liður 12,
friðlýsing gerpisvæðis. Í kvöld, núna 7. febrúar klukkan 8 heldur Umhverfisstofnun kynningafund friðlýsingu gerpisvæðisins í Tólestamiðstöðinni á Eskifirði og einnig munu halda annan fund þann 11. febrúar í Reykjavík. Bæjarráð fól bæjarstjóra að mæta fundin fyrir hönd Fjarðabyggðar sem landeiganda en einnig hvet ég bæjarfulltrúa til að mæta þennan fund í kvöld. Freydís, orðið laust. Fá kveða mér aðeins hljóðs undir þessum lið, undir fundargerð bæjarráðs. Aðeins bara fara yfir eins og kom fram í máli formanns bæjarráðs, þá fór ég í gær fyrir hönd Fjarðabyggðar á fund umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis til að fylgja eftir þeim athugasemdum sem sveitarfélagi gerði við samgöngu áætlanirnar, bæði lengri og styttri áætlun. Og við sendum inn í gegnum samráðsgáttina í fyrra, í desember. Og eins og fram kom þá vorum við kalluð á fund þau sveitarfélög, fulltrúar þeirra sveitarfélag sem gerði athugasemdir ásamt sambandi sveitarfélag á Austurlandi og Sveini kom sínum áherslum á framfæri og þarna vorum ásamt okkur Fjarðabyggð, þá var þetta Fljótsdalshérað á Seyðisfirði sem gerði athugasemdir ásamt sambandinu. Ég fylgdi eftir þessum athugasemdum sem við gerðum, þar þetta kannski fyrst fór ég það fyrir okkar hönd að við leggjum á það mikla áherslu að rannsóknir á hringtengingu miðsvæðisins fari fram strax. Það verði ekki dregið að rannsaka þá þessa gangnakosti sem eru til að tengja hér þá frá Seyðisfirði og hingað. Við leggjum á það mikla áherslu að þetta verði unnið samhliða rannsóknunum sem á að vinna á þessu og næsta ári og það sé horft til þessa verkefnis í heild sinni. Ég fór jafnframt yfir náttúrulega það sem snýr að Mjóafjarðarferjunni og hún verðist einhvern veginn hafa lent út úr 15 ára samgönguáætlun. Bara flutti náttúrulega sömu þakkir og við gerðum í bréfinu að með þessu lítið að vera komin þá vísbendingum að á 15 árum væri komin göng til Mjóafjarðar og við þyrftum ekki neina ferju. En ef svo skildi vilja til að það ekki búið, þá ætti náttúrulega Mjóafjarðarferjan heima inn á samgönguáætlun því að það voru allar aðra ferjur tilgreindar. Jafnframt fórum við Suðurfjarðaveginn. Nauðsyn þess að hann sé framar í röðinni, hann núna á framkvæmdatímabilinu 2030-34 og við höfum bent á það allt og seint. Bæði við horfum á einbreiðu brýrnar 4, þá við tilgreindum kannski sérstaklega brýrnar hér í botni Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar. Þá það líka brúin í botni Stöðvarfjarðar, orðin mjög, náttúrulega einbreið, orðin mjög gömul, en allar þessar brýr eru bara slysagildrur, þetta eru löngu farnar og við legðum á það mikla áherslu að Suðurfjarðarvegur færi framar í röðina. Við vildum líka að það horft á Suðurfjarðarveg jafnvel þá tekin í einhverjum hlutum, eins og hann settur inn á framkvæmdatímabili 2030-34 hann ein samfellt framkvæmd på 2,2 milljarða. Við teldum allavega að það væri brýnt að taka þessa kafla sem snýr að brúnum við að suðurhluta Fáskrúðsfjarðar, það sem væri mjög slæmir kaflar á þessum vegi og þó var ekki annað en hann skiptu upp og tekin og fluttur fyrr. Þetta hefði engin á, við litum svo að þetta liti að vera auðsótt það sem nú lægi fyrir að jarðgöng ætti að vera sérstaklega fjármögnuð. Öxi, sú umræða á þeim forsendum að þar verði samvinnuverkefni eða gjaldtökuvegur eða hvernig sem á það litið og þá það bara sérstök aðgerð sem ekki inn á samgönguáætlun og þetta breytti ekki, þó Öxi kæmi þá breytti það ekki nauðsyn þessa Suðurfjarðarvegur sem væri þjóðvegur þéttbýli Fjarðabyggðar með þungaflutninga sem væru ekkert að fara annað og væri þjóðvegur 1 og yrði þjóðvegur 1, já þjóðvegur 1 fer nú ekki gjaldtökuveg, ég held að það líki nokkuð hlutanaseðli, hvort sem verður gjaldtökuvegir eða samvinnuverkefni þá það alltaf valkostavegir. Þannig að þetta væri þetta væri mjög skýr krafa að hálfu Fjarðabyggðar að þetta færi framar. Og ef mann horfði til bara fordæmi með sameiningu og annað slíkt, þá væri Fjarðabyggð sannarlega búið að standa sig í þeim málum og gegnum tíðina. Síðan náttúrulega fjórða atriði sem við vöktum athygli á var að Norðfjarðarflugvöllur væri ekki inn í samgönguáætlun sem sjúkraflugvöllur. Við teldum það mjög brýnt að hann væri þar inni, við hefðum fjármagnað þær endurbætur sem gerðar voru honum með fyrirtækjunum okkar að hálfu á móti ríkinu. Það vantaði til þess að ljúka þeirri framkvæmd vantaði lendingaljós og aðflugsbúnað og við óskum því að það kæmi inn í samgönguáætlun einnig.
nú liggur það fyrir að allavega bendi samgöngu til þess að Egilsstaðaflugvöllur sé að fara undir Isavia og þá út úr samgöngu áætlun slíkur og þar með myndast þá rými fyrir aðra flugvelli á Íslandi til þess að fá þar fjármagn sem hefur verið sett í. Þannig að þetta var ágætis fundur, síðan fóru náttúrulega hins sveitarfélögin yfir sína áherslumál, sem er náttúrulega jarðgangagerð á milli og Axarvegi og fleira, en ágætis fundur og ég vona að nefndarmenn bara séu upplýstir það. Og nú náttúrulega næstu viku kjördæmavika og eins og með þekkja þá kjördæmavika ekki að segja að vori eða seinniparti vetrar þannig að flokkarnir að skipuleggjana sjálfur farum og ég sé að það er að fara að birtast auglýsingar með fulltrúum flokkana hér í okkar sveitarfélagi og annars staðar, en ég hvet alla bæjarfulltrúa sem þar geta komið að við komum það líka og ítum eftir þessu. Samgöngur á þar að verða hér formaður samgöngunefndar, umhverfissamgöngunefndar líka, sagði mér að hann hér á Eskifirði á mánudaginn á fundi hjá Miðflokknum og þannig að það eru ýmsir og síðan Sjálfstæðisflokkurinn er búin að boða fundi og gera ráð fyrir að aðrir flokkarnir, hinir flokkarnir líka, þannig að við reynum bara eins og við höfum alltaf gert sammeil að íta á þetta áfram, að þetta eru mjög mikilvæg atriði sem við höfum bent á. Þannig að þetta var ágætis fundur sem slíkur en ég ekki komið nú með nein loforð heim kannski, en hérna, við erum allavega búin að fylgja því eftir. Bara aðeins í sambandi við lið 12 kynningafund í kvöld, að ég held að sé mjög mikilvægt að þessi getur koma hann. Náttúrulega þetta þessi svona undanfari eða fyrsti liður í þessum umræðum friðlýsingum gerðs það sé haldin kynningafundur fyrir landeigendur. Það er mjög mikilvægt að landeigendur mæti þar því að við þurfum að vita hug þeirra til þessara áforma, því að allavega mínum mati það mjög mikilvægt að það sé það samstaða, þetta sé verkferð sem gangi í sameiginlega. Það hefur á því stranda áður og ég held að sé mjög mikilvægt að menn komið þá ræði í kvöld, heyri fyrsta lagi hvað Umhverfisstofnun hefur fram að færa og það er vonandi að það sé eitthvað meira en verið hefur í gegnum tíðina. Þannig að við skulum mæta sem getum og hlusta og líka finna hvaða hug landeigendur og íbúar hér hafa til þessara mála. Ég held að það er kannski stóra veganesti fyrir okkur á lengri haldið í þessu. En það var svo sem ekki annað heldur en það að lið 6 að þar lagð fram drög bæjarráð samþykkt að taka við flugstöðarbyggingu á Norðfirði. Það verið að afsala sér ríkir afsalinni yfir til okkar. Við höfum notað hann mjög langt skeið, hún hefur verið á sölulista ríkisegna. Nú náttúrulega liggur það fyrir að tækja búnaðar í tengslum við flugturn og annað þarna. Þannig að er að ræða að við greiðum engar upphæði fyrir þessa stöðu, við tökum hann yfir, nýtum hann þá og það er þá liður í þessari vinnu sem við höfum verið í gegnum árin að gera Norðfjarðarflugvöll sem bestan og garði til að gegna hlutverki sjúkraflugvallar sem svo nauðsynlegu við hliðina á umdæmi sjúkrahúsinu okkar og nú komið inn í samþykktir Svalbarða sveitarfélaga líka, þannig ég vona að við náum árangri þá jafnhliða þessu í tengslu við lendingaljós og fleira til þess að hann geti verið sem best fallinn til þess að gegna sínum hlutverki. Það var ekki fleira, orðið laustu hundi gerir bæjarráðs. Einar Már, gerðu svo vel. Forseti örfa orðum, fundagerð bæjarráðs númer 649. Það fyrst bara að ítrekka ekki athygli aftur nefndarformanna á ferlunum endurskoðun aðalskipulags. Það er mikilvægt að nefndi reyni svona eftir mætti að hraða vinnu sinni varðandi þá kafla sem að heyrundir viðkomandi nefnd en vandi leið til verka því að þetta verður grunnurinn að vinnunni sem fer síðan áfram út og verður opnað fyrir til almennra athugasemda fyrir íbúa í framhaldinu. Aðeins síðan varðandi fundin sem að var bæði Eydís og Jón Björn búin að minnast á sem að var í gær með umhverfis og samgöngunefnd Alþingis. Það var ánægjulegt því það hefur ekki alltaf verið þannig að þarna voru sem sagt fulltrúar fyrsta lagi sambands sveitarfélagana og síðan frá 3 öðrum sveitarfélagum og það var mikill samhljómur í öllu því sem þarna var sagt. Það var öðruvísi núna viðbrögð nefndarmanna heldur en til dæmis voru á síðast ári þegar að spurningar voru eiginlega
gerðar þannig að það var verið að reyna frá mismunandi svör frá þeim sem mættir voru. Það var ekkert slíkt núna, kannski er það vegna þess að nefndin komin hansi stutt í því að afgreiða málin eða vinna þau. Það sem maður saknaði mest og við kölluðum eftir, það var að geta skipta á skoðunum það hvað hugmyndir væri núna það hvernig gjaldtakan ætti að fara fram. Það er að segja annars vegar í samvinnufélögum og hins vegar í jarðgöngum. Það kom eiginlega ekkert frá nefndarfólki það, þannig að það er þá væntanlega vísbending það að það er ekki búið að móta tillögurnar eða búið að ræða mikið í nefndinni. En eins og fólk veit sem hefur kynnt sér þessa tillögum endurskoðun á samgönguáætlun, að þá er ákveðin grunnur allra þeirra breytingar sem þær eru boðaðar, það er gjaldtakan. Við lýstum því yfir og það var í fyrst skipti á aðalfundi Sambands sveitarfélaga í haust sem að við samþykktum það að taka þetta til, það er að opna á það, þessi gjaldtaka færi fram, en alltaf með því fororði að það væri til þess að flýta framkvæmdum. Og þannig er þetta hugsað. Það er eins og þið munið stóra máli kannski hjá okkur það og var fagnaðarefni þegar að samgönguráðherra boðaði það var í sérstök jarðganga áætlun aftur sett inn. Hún er inni núna. Hún gengur út á þessa hugmynd að horfa meðalans til Færeyja það hvernig þeir hafa fjármagnað sín jarðgöng og útfæra það með íslenskar aðstæður. Því er ekki lokið, þannig að við bíðum auðvitað spennt eftir því að sjá hvernig það verður. Þarna var hringtengingin hér á Miðausturlandi sem auðvitað gjörbreytir öllu fyrir okkur ef það næst fram. Þarna töluðum við það og bara eitt atriði sem ég held að við að hafa í huga vegna þess að það eru margir sem halda að þessi hringtenging breyti kannski ekki mjög miklu. Við reyndum að færa rök fyrir því að sá kostnaður sem þarna hann væri raunverulega ekki stórvægilegur vegna þess að hann myndi skila sér aftur til þjóðarbúsins. Vegna þess að þetta gjörbreytti aðstæðum okkar hér til þess að afla enn frekari þjóðartekna heldur en við gerum nú þegar. Og bara lítið dæmi það sem að kemur fram í skýrslunni. Það sem KPMG var að setja upp svona sviðsmyndir hvað hugsanlega gæti gerst eftir 20 ár ef ekkert er gert, ef bara Fjarðarheiðargöng eru gerð og síðan ef að tengingin er gerð á Miðausturlandi. Fyrsta lagi, ef ekkert er gert, þá blasir bara við því miður að það myndi fækka áfram á Seyðisfirði, innviðir veikari og það myndi jafnvel ýmislegt draga saman sem þar er núna í gangi og myndi þýða þar leiðandi bara aumara Austurland. Ef Fjarðarheiðargöng eru gerð, þá myndi það sjálfsögðu hafa ákveðið jákvæð í för með sér, sem myndi til dæmis hugsanlega skila 25% íbúa fjölgun á Seyðisfirði. Ef hins vegar hringtengingin er gerð, og takk ég að ég er bara að tala um Seyðisfjörð, ég er ekki að tala um allt Austurland, þá er talið að íbúa fjöldi á Seyðisfirði geti vaxið 50%, tvöfalt meir en hitt. Og við sjáum það ef við skoðum og berum saman þessa kosti, og það var það sem við erum að reyna að leggja áherslu á, það skila sér svo margfald að gera allt saman, setja það allt saman á dagskrá, heldur að búta þetta niður og vera með hálfklára verk. Þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að horfa til líka hjá okkur. Það er auðvitað miklu gáfulegra að ákveða menn ætla að fara einhver ákveðin leið heldur að búta niður og segja ég ætla bara að fara að hinga og svo veit ég ekkert hvað ég gerir meira. Setja stefnuna svolítið lengra fram og svo verður þetta ráðast að ýmsu hversu hratt við framkvæmum það. En sem sagt þetta er afar metnaðarfull stefna og það er ekkert launungamál að þó að mér sé ekki vel við það að hæla framsóknarmönnum, þá gæti ég ekki stilt mjög það að hæla samgöngur á þeirra, þarna við nefndina, notaði tækifærið kannski vegna þess að fyrirvændi samgöngur á þeirra var ekki, ég veit ekki hvort ég hef gert það ef hann hefði verið, en þetta á ráðherrann hreinlega inni að þarna er ráðuneytið og hann held ég eigi stóran hluta því að ná því á svona framfara sinnaða hugsun sem því miður hefur ekki alltaf verið í þessu ágæta ráðuneyti. En nú er að sjá hvort að alþingi okkar Íslendinga fylgir þessu eftir eða dregur einhvað lappirnar og hugsar smærra. Við bíðum spennt eftir því, tek undir með Jóni Birni, ég hvet alla þá sem eiga eftir að hitta sína flokksfélaga í kjördæmaviku að brýna þá mjög í þessu stóra máli því að þetta er eitt okkar alstæðsta hagsmunamál þegar við lítum á heildina hér fyrir austan. Aðeins varðandi það fagnaður efni að í raun og veru þó að það eigi að vera hlutverk ríkisins að reka flugvelli, þá held ég að það sé sýnt að við þurfum að taka þetta í okkar hendur og vonum auðvitað að það sé heilla spor í því að bæði að efla flugvellin
og jafnvel skapa möguleika á aukinni notkun hans meiri heldur en verið hefur að undanförnu. Það svona hinn bjartsýnin í þessu máli að það getur orðið til þess að þannig verði. Við þurfum að vanda endurskoðun á húsnæðisstefnu því að ég hef heyrt utan að mér að stofnunin sem áður hét húsnæðisstofnun heitir núna húsnæðis- og mannvirkjastofnun hafi nýtt sér húsnæðisstefnur, leitað upp í setningar til dæmis það ef að það kemur fram að það sé ekki skortur, það vanti ekki leiguhúsnæði sem vissulega í ákveðnum byggðakjörnum okkar en það í öðrum byggðakjörnum sem skortur á leiguhúsnæði, þá hafa þeir hafnað lánveitingum á þeim kjörum sem þeir að bjóða til leiguíbúða vegna þess að stefnan hafi verið sú að ekki sé skortur á þeim hér í sveitarfélaginu. Þannig að þetta þurfum við að passa vegna þess að við viljum auðvitað hvetja til þess að slíkt fjármagn komi frekar inn til okkar til að efla uppbyggingu. Aðeins varðandi friðlýsingu Gerpisvæðisins, ég get því miður ekki verið á fundunum í kvöld en ég vona að bæjarfulltrúar komist þangað eitthvað og við þurfum auðvitað að halda þessu máli svolítið á lofti. Ég hef heyrt að það einhver misskilningur landaeiganda sem eins og við vitum ef hann byrjar þá getur hann oft magnast. Það auðvitað ekki aldrei verið ætlunin að fara að vaði yfir eignarétt eins í þessu ferli. Stefna umhverfisráðherra hefur ósköp einfaldlega verið svo að stíga eitthvað skref, stíga varlega til jarðar, taka til dæmis þær jarðir sem í opinberri eigu, friðlýsa þær og eins og bæjarfulltrúar vita þá það verið draumur minn að þetta verið fyrsta skrefið í það að við fáum þjóðgarð þarna vegna þess að það þá sem þetta fyrir að skila verulega fyrir umhverfið okkar og það miður hversu raunverulega mörg mistök menn hafa gert í því víða með þjóðgarða og það var síðan þjóðsögur lifað endalaust þar séum með gömlu reglurnar það hvernig þetta var sem eru allt aðrar í dag og ég alveg sannfærður það ekkert annað í þjóðgarða hugmyndunum varðandi Gerpisvæðið heldur en plúsar fyrir okkar samfélag. Orðið laust fundargerð Bæjarráðs, engin kveður þessu ljós, ég ber hann eftir samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér næst fundargerð fræðslunefndar nr. 79 og orðið laust hana vill einhver þessi ljós. Svo verðist ekki verið, ég ber hann eftir samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það fundargerð eigna skipulag og umhverfisnefndar nr. 251, orðið laust hana. Engin kveður þessi ljós, ég ber hann eftir samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Jæja, góði bæjarfulltrúar, þá dagskrá, svo formlegri dagskrá bæjarstjórnarfundar lokið í dag, eins og áður segir þá situr hér ungmennaráð í sal og hefur verið gestir fundarins. Nú ætlum við að taka umræðufund með þeim, en þar leiðandi slít ég þessum fundi, þakka bæjarfulltrúar fundarstöðu bæjarstjórnarfundi og segi